Sjálfsvíg eru helsta dánarorsök ungs fólks á Íslandi. Vanlíðan þessa hóps virðist hafa aukist. Fagstjóri hjá Pieta-samtökunum segir mikilvægt að ræða vandann, hjálpina er að fá. 16 létust þegar vagn fullur af fólki rann á hús í Lissabon í gærkvöld. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Portúgal. Sú heift sem skapast hefur í umræðinni hér á landi er nýr veruleiki, segir framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Lögregla vaktaði heimili þingmanns Miðflokksins í nótt og starfsfólk samtakanna 78 verður fyrir ítrekuðu aðkasti. Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skoðar að stofna nýjan sérskóla fyrir fötluð börn og börn með fjölþættar þarfir. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar bindur vonir við að skólinn taki til starfa innan fárra ára. Ömmur sem þeyta skífum og segja sögur er yfirskrift gjörnings á Hamraborg festival sem nú stendur yfir. Gott kvöld. Vanlíðan ungs fólks á Íslandi færist í aukana. Sjálfsvíg eru orðin helsta dánarorsök ungra kvenna og karlmanna. Fagstjóri hjá Pieta-samtökunum segir mikilvægt að vera vakandi og ræða vandann sem sannarlega er til staðar. Það er mikið að gera allt árið hjá Pieta-samtökunum og aðsóknin fer vaxandi. Yfir 400 símtöl berast á mánuði og 200 viðtöl eru tekin við skjólstæðinga. Stærstur hluti þeirra sem sækja þjónustuna er ungt fólk. Ég get ekki lesið öðru síða en að ungu fólki líður bara ekki nægilega vel. Það er ungt fólk sem að leitar hingað í viðtöl og þeir sem leita hingað í viðtöl, þeir eru með sjálfsvígshugsanir. Svo tel ég líka að sem er gott að ungt fólk sé kannski opnara og líklegra til að leita sér hjálpar heldur en eldra fólk. Sjálfsvíg hafa síðustu ár verið algengasta dánarorsök ungra karlmanna á Íslandi. Undanfarin ár hefur sjálfsvígum karla þó fækkað en sjálfsvígum kvenna hefur fjölgað. Ný rannsókn bendir til þess að kynjahlutfallið sé að jafnast. Sjálfsvíg eru nú einnig algengasta dánarorsök ungra kvenna. Deyja ennþá fleiri karlmenn úr sjálfsvígum en nýjar tölur úr rannsókn Tómasar Kristinssonar sálfræðings sýna að sjálfsvíg er algengasta dánarorsök ungs fólks, sem sagt bæði karla og kvenna. Þannig við þurfum kannski að vera vakandi fyrir líðan þessa hóp sérstaklega, ungra kvenna? Já, við þurfum að taka því alvarlega og við þurfum að bregðast við. Við þurfum að vera til staðar og beina fólki í viðeigandi hjálp. 40 manns falla fyrir eigin hendi á Íslandi árlega. Þá eru gerðar 1500 tilraunir til sjálfsvígs sem gerir 4 tilraunir á dag. Það er talið að 135 einstaklingar verði fyrir beinum áhrifum eins sjálfsvígs sem þýðir þá að vel yfir 5000 manns verða fyrir beinum áhrifum sjálfsvíga á Íslandi á hverju ári. En hvað getum við gert til að hjálpa einhverjum sem líður illa? Við getum hlustað, við getum sýnt skilning og hjálpa fólki að finna leiðir, fylgja málinu eftir og veita stuðning áfram ef þessi þörf. Þetta skiptir öllu máli að við séum öll vakandi og opna á þennan vanda sem að sannarlega er raunverulegur og við þurfum að tala um. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir má alltaf hafa samband við Pieta-samtökin eða hjálparsíma Rauða krossins. Á vefnum sjálfsvíg.is má jafnframt finna upplýsingar, lesefni og bjargráð fyrir þá sem misst hafa ástvini í sjálfsvígi. 1000 fleiri samtöl, ýmist í netspjalli eða í síma, bárust hjálparsíma Rauða krossins í sumar. Í fyrra voru þau tæplega 2700 en rúmlega 3700 í ár. Sjálfboðaliðar greina einnig þyngri tón í samtölunum. Síðasta sumar höfðu færri en 200 samband vegna sjálfsvígshugsana en rúmlega 400 í ár. Aldrei fleiri. Hlutfallslega fjölgaði samtölum hjá ungu fólki mest. Rétt tæplega 200 börn eða ungmenni höfðu samband í fyrra en ríflega 320 í sumar. Það er bara rauninni vekur hjá okkur kannski svona smá óhugur, sjá hversu margir að glíma við þetta og þurfa á aðstoð að halda.
Það eru fleiri alvarlegri samtöl að berast til okkar, eins og til dæmis sjálfsvígssamtölin og það eru fleira ungt fólk að hafa samband við okkur sem að lýsir mikilli vanlíðan. Það er eldra fólki sem er síður að leita sér aðstoðar og við sjáum það alveg svona á tölfræðin hjá okkur og þau þurftu að vera svona kannski leita sér frekar aðstoð þegar þau þurfa að halda. Er einhver ástæða til að bregðast við með einhverjum hætti? Það þarf að vera lágur þröskuldur til þess að fólk leiti sér aðstoðar. Það þarf að geta fengið aðstoð þegar það þarf á því að halda og ekki að þurfa að bíða á biðlista í marga mánuði. Svo er að kostnaðurinn líka við það oft sem er að aftra fólki við að leita sér aðstoðar. Og það er kannski svona líka það sem við erum að vekja athygli á núna í gulum september er bara þetta geðrækt og sjálfsvígsforvarnir og að hvetja fólk til þess að leita sér aðstoðar þegar það þarf á því að halda. Og hingað er komin heilbrigðisráðherra, velkomin Alma. Hvernig ætla stjórnvöld að bregðast við því sem þarna kemur fram? Já, við erum með nýja aðgerðaráætlun gegn sjálfsvígum og hún er margþætt. Þar er til dæmis það sem verið var að tala að efla aðgengi að lágþröskulda meðferð þar sem ekki er nein bið. Við ætlum að styrkja og fræða aðila sem að málum koma og þróa og beita svona samræmdu áhættumati fyrir sjálfsvíg. Nú það er verið að styrkja aðstandendur, það er ætlunin að rannsaka sjálfsvíg bæði afturvirkt og síðan jafn harðan og fleira mætti nefna. Nú er þetta í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að stytta biðlista barna eins og þetta nefna og auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Hefur þetta gengið of hægt? Já, það er mikil innviðaskuld í geðheilbrigðismálum og við höfum verið að verja minna af fjármunum til þeirra þjónustu heldur en til dæmis Danir. En við ætlum að bæta ágætlega á næsta ári. Þá munu koma 2 milljarðar nýjir inn í málaflokki. Þannig það er auka viðbót við það sem áður var? Já, þar eru við með 600 milljónir í öryggisgeðdeild, 500 í fíknimeðferð og svo 800 í ýmis verkefni sem að meðal annars snúa að ungu fólki að þróa með þeim seiglu og við erum að efla geðheilbrigðisþjónustu í skólum, í geðheilsuteymum barna. Við erum með bæði skimun og ætlum að þróa meðferðarúrræði fyrir börn sem hafa verið beitt ofbeldi og aftur þessi lágþröskulda þjónusta þar sem ég bæði mæli með þjónustu Rauða krossins og ég tala nú ekki Píeta, þannig að það er mjög margt verið að gera. Og eins og þarna kom fram, bæði Píeta og Rauða krossin mæla þessa auknu vanlíðan ungs fólks. Hvað svona að þínu mati getur við bara sem samfélag gert til að bæta líðan þessa hóps? Ég held að við eigum að horfa meira inn á við og ég er sjálf að láta taka saman svona nýjar áskoranir í lýðheilsu barna. Það er mjög margt undir, notkun samfélagsmiðla, aukin einmanaleiki og margt fleira. Þannig að hópur er að kortleggja þetta og síðan til hvaða aðgerða hægt er að grípa. En við eigum fyrst og fremst auðvitað bara að fylgjast hvert með öðru og spyrjum líðan og kynna okkur hvernig við getum tala við fólk. Og við þurfum að láta alla skilja, sérstaklega þá sem eru með sjálfsvígshugsanir, að það er alltaf hjálp að fá. Kærar þakkir fyrir komuna, Alma Möller. Takk. Og þá út í heim. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Portúgal þar sem 16 hið minnsta létust þegar vagn á togbraut hafnaði á byggingu í miðbæ Lissabon. Miðbær Lissabon var fullur af fólki snemma í gærkvöld þegar slysið varð og fjöldi fólks borð í hinum viðfrægu vögnum borgarinnar. Mikið landslag er í borginni og brattar brekkur víða. Vagnarnir eru eins konar kláfar sem ferðast upp brekkurnar. Einn vagn fer niður og skriðþungi hans knýr annan vagn við hliðina sem fer upp. Neðri vagnin í þessu tilfelli virtist hafa mist bremsurnar neðst í brekku sem var til þess að efri vagnin sem komin var efst í brekkuna húrraði niður. Ficou sem freio, cerca de 1,5 metro, ainda fez grande estrondo, estava cheio. Nós ficámos logo a ajudar. No momento em que vamos para ir ajudar, vimos o elevador de cima a vir desenfreado do lado de cima. A única coisa que nós conseguimos fazer foi virar costas e começar a fugir para este lado da avenida. Vagnarnir hafa verið órjúfanlegur hluti borgarlífsins í Lissabon í hálfa aðra öld. Þeir eru gríðarlega vinsælir meðal ferðamanna.
Fleiri vagnar af þessu tagi á víð og dreif borgina og var ferðum þeirra hætt í óákveðinn tíma eftir slysið. Meiri heift og skautun í samfélagsumræðunni en áður að sögn framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar. Það sama þróun og á Norðurlöndunum. Fólk sem tekur að sér ákveðin störf þarf að búa sig undir það að takast á við breytta umræðuhefð. Lögregla vaktaði heimili þingmanns Miðflokksins í nótt eftir hótanir og dreifingu persónuupplýsinga hann á netinu í kjölfar Kastljósþáttar í vikunni, þar sem rætt var málefni hinsegin fólks. Þá hefur starfsfólk samtakanna 78 ítrekað orðið fyrir aðkasti og þurfti í nokkur skipti að fá lögregluvöktun vegna hótana á undanförnum árum. Ég held að við séum farin að sjá meiri heift í umræðinni og þetta svona þróun sem við höfum verið að sjá í löndunum í kringum okkur. Við sjáum þetta náttúrulega kannski með tilkomu samfélagsmiðla, algoritmana sem eru að stuðla kannski aukinni skautun í ákveðnum málaflokkum sem að gera það verkum að umræðan getur orðið óvægnari. Og þar að leiðandi erum við líka kannski farin að sjá meira af tilvikum, atvikum, alvarlegum hlutum sem hafa gerst í löndunum í kringum okkur. Þannig hefur starfsfólk ýmissa stétta þurft að huga sérstaklega að öryggi sínu. Þar má til dæmis nefna dómara, saksóknara, lögreglumenn, lögmenn, fréttamenn og embættismenn. Og þess vegna skiptir líka máli bara að undirbúa fólk svolítið undir þennan nýja veruleika. Af því að það eru náttúrulega ákveðin störf sem að gera það að verkum að það að sumt fólk kannski líklegra til þess að verða fyrir óvægnum umræðum eða umfjöllunum. Þá þurfi að taka umræðuna hvernig hægt sé að sporna gegn þeirri umræðuheift sem hafi skapast. Það svo mikilvægt að allar raddir fá að heyrast, að það séu ekki ákveðnir hópar sem að kannski þora ekki að tjá sig vegna þess að umræðan getur verið óvægin og svo framvegis. Og svo vitum við það líka að það eru ákveðnir hópar sem eru kannski meiri hættu á því að verða fyrir hótunum eða eitthvað slíkt og þá þarf náttúrulega líka að taka umræðina og læra frá löndunum í kringum okkur það bara hvernig spornum við gegn því og höldum utanum það fólk. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar segir aðkallandi að stofna nýjan sérskóla fyrir fötluð börn og börn með fjölþættar þarfir. Stíga þurfi mikilvæg skref í málaflokknum til að koma til móts við þann aukna fjölda barna sem þurfi á slíku úrræði að halda. Klettaskóli sérskóli á grunnskólastigi og þjónustar börn með fjölfötlun og þroskahömlun af öllu landinu. Reykjavíkurborg rekur skólan og hefur hann verið starfandi síðan 2011. Aðsókn í skólan hefur aukist síðustu ár en í fyrra var 11 nemendum synjað inngöngu í fyrsta skipti í sögu skólans. Í ár var 26 börnum synjað. Náttúrulega klárlega sem við þurfum að taka höndum saman, sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu og ríkið að stofna nýtt úrræði, sambærilegt og Klettaskóla. Greiningarvinna og úttekt á stöðunni stendur nú yfir af hálfu samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Úttekt lýkur í haust og segir Valdimar að þá liggi fyrir hvaða framtíðarstefna verði tekin í málaflokknum. Meðal þess sem verið að rýna fyrirkomulag og uppbyggingu nýs sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. Því að við viljum svo sannlega vinna vel fyrir fjölskyldu fólk og börnin og það skiptir svo miklu máli að mæta þeim á þeim stað þar sem þau eru, þar að segja börnin og til þess að það þarf oft sértækari úrræði sem við höfum upp á að bjóða en við erum svo sannlega að reyna að gera okkar besta með þá stöðu sem við erum en við bindum voni við að þessi skóli sem verið er að skoða fýsileikann á að koma af stað verði að veruleika innan nokkur ára. Já, við teljum bara aðkallandi að það verði settir upp hér annarkvort sérskóli eða sérskólar. Það kann að henta hér á suðursvæðinu með atbeina Suðurnesja líka. Við erum bara opin fyrir því og ég held að það skýrist betur hvað varðar höfuðborgarsvæðið og þörfina sem þá hér á svæðinu í framhaldinu. En ég held að við höfum ekki útiloka neitt svona. Það þarf einfallega að stíga skref í þessu og við þurfum að fá menntamálayfirvöld og ríkisvaldið með okkur í þá vegferð. Borgarráð Reykjavíkurborgar samþykkti í morgun að byggja upp sérskóladeild í Korpuskóla í Grafarvogi til að mæta aukinni eftirspurn og ráðgert að skólastarf hefjist þar næsta haust. Enn nokkur slagkraftur í Serbum sem mótmælt hafa spillingu í stjórnkerfi landsins í bráðum ár. Mótmælendur vilja forseta landsins burt en harðlínu hægrimaðurinn og Moskvusinninn Aleksandr Vučić virðist hvergi á förum. Dag eftir dag
Mánuð eftir mánuð hafa Serbar komið saman til mótmæla landið allt í næstum heilt ár. Stundum bara nokkur hundruð í einu, stundum 100.000. Tilefnið þetta. Þak á lestarstöðinni í borginni Novi Sad hrundi í nóvember í fyrra og 16 létust. Verktækin sem byggði ótraust þakið tengdist forsetanum. Hendur ykkar eru þaktar blóði, segja mótmælendur. 10 mánuðum síðar hafa þessi mestu mótmæli í sögu Serbíu stökkbreyst. Milljónir Serba vilja útrýma spillingu og kosningar. Núna, ekki 2027 eins og fyrirhugað Mótmælin voru lengst af friðsæl en miðjan ágúst lenti mótmælendum og gagnmótmælendum saman og nokkrir særðust. Þá voru unnin skemmdarverk á skrifstofum SNS, flokks Vučić. Ekki algjör eining meðal Serba. Sumir styðja stjórnvöld og enn aðrir mótmæla raskinu sem fjöldamótmælin valda. Mótmælendur eru á öllum aldri og úr öllum stigum þjóðfélagsins. En eins og svo gjarnan eru það stúdentar og jafnvel menntaskólanemar, táningar sem keyra hreyfinguna áfram. Óeirðarsekir í liði með stjórnvöldum hafa ráðist á ólögráða mótmælendur en síðan verið náðaðir. Þar sýna yfirvöld glögglega á sín spil, segja mótmælendur. Þrátt fyrir það virtist Vučić nýverið ætla að mæta mótmælendum á miðri leið. Ja ću biti spreman da ih saslušam, ne da ih pobeđujem u nekakvoj TV debati, već da zajednički pokušamo da pronađemo najbolja moguća rešenja za našu zemlju i da predstavimo programe. Mótmælendur efast þó einlægni forsetans. Hingað til hefur hann ekki mætt kröfum þeirra nema á tákgrannan hátt, eins og þegar ráðherrar sögðu af sér en aðrar alveg eins fígúrur voru skipaðar í staðinn. Og meðan mætast stálin stinn, forsetinn sem virðist hvergi ætla að kvika frá sínu og mótmælendur sem halda áfram að flikkast út á götur. Dag eftir dag, mánuð eftir mánuð. Oddur, þessi mótmæli hafa staðið yfir nú í 10 mánuði eins og þarna kom fram. Sífellt að bætast í hóp mótmælenda eða sveiflast fjöldinn svolítið fram og tilbaka? Já, þetta sveiflast svolítið. Þetta kemur svona í köflum. Sumir mótmæladagar eru mjög fjölmennir og stórir, aðrir svona minni og það eins og gengur. En svona heilt yfir þessa 10 mánuði þá hafa mótmæli verið ansi þétt. Saman bara síðast í fyrrakvöld að þá voru mótmæli í Novi Sad, í háskólum í borginni Novi Sad, einmitt þar sem lestarslysið varð. Þar voru mótmælendur að reyna að raska því skólastarfi sem að fara núna aftur á stað eftir sumarið og lögregla þurfti að skýrist í leikinn þar. Og svo daginn áður að þá söfnuðust Serbar í borgum og bæjum saman og gengu fylltu liði í hljóði göturnar og myndust þannig fórnarlambana í Novi Sad í nóvember. Þannig að þetta hefur verið svona mjög þétt, kannski ekki á hverjum degi en mjög þétt síðastliðna 10 mánuði og já, fer svona kannski heilt yfir vaxandi. Nú forsetinn Vučić svolítið svona óhefðbundi leiðtogi ef við allavega berum hann saman við aðra evrópska þjóðarleiðtoga. Serbía er auðvitað ekki í NATO, ekki í ESB og svo sáum við nú ekki betur en hann hefði verið viðstaddur hersýninguna í Kína á dögunum þar sem að forseti Rússlands og leiðtogi Norður-Kóreu og aðrir voru samankomnir. Hefur þetta einhver áhrif, það er að segja þessi svona sérstaða hans meðal flestra annarra þjóðarleiðtoga í Evrópu? Já, það gæti alveg gert það. Hann er eins og segir Vučić ekki leiðtogi sem er í NATO eða er í ESB og hefur á sinni stjórnartíð, hann tók við sem forsætisráðherra 2017, hefur hann svona þótt hallur undir Pútín og Moskvu og maður getur svona ímyndað sér að leiðtogar annarra ríkja einmitt í NATO og ESB hugsi, já blessunarlega er hann ekki hérna með okkur af því að hann er svo á allt öðrum meði en við hefum nú fullt í fangi með Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands sem er svona stundum steytinn hnefann á móti. Þannig að maður getur ímyndað sér að þetta hafi áhrif, jú, hann er auðvitað ekkert verri leiðtogi fyrir það eitt að vera fara ekki fyrir landi sem er í NATO eða ESB, ég er ekki að segja það. En jú, maður getur svona ímyndað sér að fordæmin fyrir hans stjórnarfæri komið þá einmitt ekki þaðan, heldur frá einhverjum öðrum stöðum, til dæmis eins Rússlandi og Pútín, góðvinni hans. Nákvæmlega. Kærar þakkir fyrir þetta, Oddur. Rúmlega 60 ný hjúkrunarrými á Hrafnistu við Boðaþing í Kópavogi voru opnuð formlega í vikunni. Félagsmálaráðherra segir mikilvægt að eyða biðlistum sem hafa aldrei verið lengri. 3, 2, 1, klikk! Nýja hjúkrunarheimilið tengist þjónustumiðstöð, núverandi hjúkrunarheimili og leiguíbúðum aldraðra og innangengtir á milli bygginga. Hrefna Lárusdóttir, íbúi á heimilinu, flutti inn miðjan ágúst og uni sér þar vel að eigin sögn. Hún segist lengi hafa haft hug á að komast inn á hjúkrunarheimili. Bara óskin mín að komast
á svona stað til þess að hafa manneskjur í kringum mig og hjálp eins og ég þyrfti. Ég get nú margt sjálf sko, en ekki lagast maður komin á 93. árið. Hrefna kann vel við starfsfólkið og segir félagsskapinn á heimilinu skemmtilegan. Matseldin sé heldur ekki af verri endanum. Fengum heislátur í hádeginu og það þótti fullorðna fólkinu gott. Biðlistar eftir hjúkrunarheimilum eru lengri en nokkru sinni fyrr. Stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á Landspítalanum í júlí leiddi í ljós að rekja mætti álag á spítalanum til skorts á hjúkrunarrýmum. Gert er ráð fyrir rúmlega 100 nýjum hjúkrunarrýmum á þessu ári en það breytir litlu því tæplega 700 eru á biðlista. Rýmunum fjölgaði ekki nema 40 á árunum 2017 til 2024. Ráðherra málaflokksins segir það markmið ríkisstjórnarinnar að eyða biðlistunum. Það eru sennilega hátt í 600 hjúkrunarrými sem við verðum búin að opna áður en þessu kjörtímabili lýkur og það er bara það sem er á borðinu núna, alltaf fleiri sem er á leiðinni. Við ætlum sem sagt að eyða biðlistum fullorðna fólksins okkar. Gjörningurinn DJ Amma fer fram í Kópavogi á lokadegi Hamraborg Festival. 5 ömmur þeyta skífum og segja persónulegar sögur sem tengjast tónlistinni. Og Erla María Davíðsdóttir er í Gerðarsafni. Erla, hvernig standa ömmurnar sig? Þær eru að standa sig gríðarlega vel og marka má áhorfendurna hér. Það ekki þetta að rifna húsinu á það þegar ungverðarsljóstin Rammstein fékk að hljóma. En það er búið að vera rosalega gaman, mikil stemning hérna í dag og hér eru hérna hjá mér listrænir stjórnendur þessa gjörnings í raun og veru, Ásrún og Halla. Ásrún, segðu mér hvernig kom þetta allt til, DJ Amma? Okkur langaði bara að halda partí og fá óleiklega DJ til að spila í þessu partí og sjálfsögðu voru það ömmur. Já, við bara dyrkum ömmur og eldri konur og viljum gefa líka fleiri röddum sviði, það er að skilja að fá DJ-a. Þannig að hérna eru allt konur komnar yfir eftirlauna aldur og var ekkert mál að fá þar til lags við ykkur? Nei, það var bara furðu auðvelt. Við auglýstum á Rás 1 og samfélagsmiðlum og þær höfðu samband. Já, það var Rás 1 sem eiginlega kom sér gang. Og hjá mér er ein amman, DJ Amma Ása. Þú ert að fara að stífa stokkirnar bara eftir smá stund. Svona, hvernig er tilfinningin? Tilfinningin er góð og ég fann sérstaklega fyrir því þegar að barnabörnin og börnin eru komin hérna og þeim finnst þetta svo geggjað, þá síðast þetta inn hvað þetta er í raun og geggjað og ég þakkláttur. Og segðu mér eitt, bara var ekkert mál, hvernig var þetta þegar þau komið til málsverðing, þú voru að taka þátt í þessu DJ Amma, það þurfa að læra á tæki og tón, hvernig lagðist það í þig, er þetta bara ekkert mál? Ég hef ekki alveg góð saman, það er svo mikið. Ég bara spurði hvernig er að takast á við takkana? Takast á við takkana, það er ekki auðvelt, en þetta kemur og ég er bara að hvetja fólk til að vera ekki hrætt við takka, maður verður bara að gera þetta. Þannig að það bara getur allt, aldur er engin tala. Hvað segir þið? Aldur er engin tala, maður bara getur allt. Maður getur allt og það er aldrei of seint. Takk fyrir þetta, Amma Ása, gangið þið vel, en við kveðjum hérna úr svakastuði í Kópavoginu. Takk Erla María og allar ömmurnar. Nýnemar í Menntaskólanum í Reykjavík voru tolleraðir í dag við hátíðlega athöfn. Venju samkvæmt leiddu elstu nemendur skólans busana í gegnum táknræna eldskírn með tolleringu. Athöfnin hófst á bjölluslætti og voru nýnemar teknir út úr skólastofan. Þá var gæinn sem er hjá hann á bjöllunni, hann bjallar 12 sinnum og á 12. slagi þá hlaupum við öll inn og bara brjálumst, fattaru, og erum bara að segja öllum bara, þú veist, bara að segja öllum að fæða barn og eitthvað svoleiðis, og erum bara ógeðslega við busana út af því að þeir eru busar. En svo þegar við tollurum þau og lenda, þá eru það ekki lengur busar, heldur Ameríkar og þá erum við góð við þau. Busar og þeir lenda sem Ameríkar. Og þá erum við góð við þau. Það fæði mjölk og kökur. Svo gaman, þetta var bara alveg nýtt, glænýtt, ógeðslega skemmtileg upplifun. En hvernig er að vera svona hent upp í loftið og veit ekki hvað gerist? Ég var mjög hrædd. Þetta var bara svona frekar einfalt, sko. Það leið mjög hratt. En adrenalínið þegar maður fór upp í loftið, oh my god! Í Kastljósi kvöldsins verður fjallað eldsvoðann á Bræðraborgarstíg í Reykjavík fyrir 5 árum þar sem 3 létust.
Harmleikurinn varpaði meðal annars ljósi á veruleika í kerfum og regluverki varða brunaöryggi og óleyfisbúsetu. En þá fáum við einnig að kynnast fyrsta erlenda dagskrárþulinum á Rás 1 í lok þáttar. En þá að veðri, norðaustan allhvass vindur og rigning norðvestan til á morgun, en annars hægari og mun úrkomu minna. Bætir í úrkomu austanlands annað kvöld, hiti yfirleitt á bilinu 8 til 15 stig. Við förum nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Karlalandsliðið í körfubolta lauk leik á Evrópumótinu í Póllandi í dag með stóru tapi gegn Frakklandi. Þrátt fyrir að markmið liðsins hafi ekki náðst að fullu ríkir ánægja með frammistöðuna. Við lögðum allt í þetta. Við gáum okkur alla, lögðum okkur 100% fram. I don't think we've ever played better. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari í fótbolta, segir Ísland eiga að vinna Azerbaijan í undankeppni HM á morgun, gangi allt upp. Það bara mjög pressa sem við eigum að setja á okkur. Og keppni hófst í gærkvöldi á Íslandsmótinu í handbolta þegar Valur lagði Stjörnuna. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Þá skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Sjálfsvíg eru helsta dánarorsök ungs fólks á Íslandi. Vanlíðan þessa hóps virðist hafa aukist. Fagstjóri hjá PETA-samtökunum segir mikilvægt að ræða vandann. Hjálpina er að fá. 16 létust þegar vagn fullur af fólki rann á hús í Lissabon í gærkvöld. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Portúgal. Sú heift sem skapast hefur í umræðinni hér á landi er nýr veruleiki, segir framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar. Lögregla vaktaði heimili þingmanns Miðflokksins í nótt og starfsfólk samtakanna 78 verður fyrir ítrekuðu aðkasti. Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu skoðar að stofna nýjan sérskóla fyrir fötluð börn og börn með fjölþættar þarfir. Bæjarstjóri Hafnarfjarðar bindur vonir við að skólinn taki til starfa innan fárra ára. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Við minnum á að það er alltaf hægt að senda okkur frétta ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is. En takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum þar sem af er degi. Verið sæl og njótið kvöldsins.